Ég ætla kannski ekki að fara í sauman á þessu. Það var allavega að kona, nafnlaus, að senda okkur skilaboð og hún er mjög ósátt með okkur. Hún alveg talaði sérstaklega við þig af því að ég var í þessum þætti, ég var ekki sammála. Sonur minn með ADHD, ég með ADHD og við erum bæði að nota lyf við því og þú drullaðir yfir okkur yfir lyfjanotkun. Mér langar samt, ég held að ég hafi meira þess að farið inn á það í þættinum sem við tölum um þetta. Ég er ekki drull yfir allir síðan að nota konserta eða rítalín. Það sem ég er að segja er að ég held að í mörgum tilvikum og ég hef persónulega reynslaði sé verið að skrifa allt og mikið af lyfjum út í staðinn fyrir að reyna að testa aðra leiðir. Auðvitað er þetta gott fyrir og nauðsynlegt fyrir eitthvað fólk en ég er ekki kannski að drulla yfir það. Þannig, veistu hvað ég tala um? Þetta er ég fór í krossapróf og fekk konserta. Ég hefði getað, ef ég hefði verið drengur í neyslu, skilurðu, þá hefði ég bara krossað bara í allt sem mér sýndist og síðan hefði ég farið bara í fucking bankan, sko, og svo þetta. Þannig að, mér langar að segja, bara afsaka ef þetta fór illa í því, en það er ekki það sem ég var að meina. Þú náttúrulega ert augljóslega að tala um þetta af eigin reynslu, ekki? Þú hefur slæma reynslu af þessu, en þú ert ekki endilega að segja að þú veist, að því að lyfin virka, sko, í réttum tilfellum. Það er ekki það sem ég er að segja. Ég held að sé verið að dæla lyfjum og hún allt og mikið af börnum. En veistu það? Er það þannig? 100%. Það er endalaust verið að skrifa upp á lyf fyrir börn og eins og var bara í mínu keisi, skilur, og það er þegar ég er 14-15 ára þegar það er verið að mæla með því að ég sé að nota þessi lyf. Hvaða lyf þá? Hvort það hafi verið rítalín eða konserta at the time. En ég þurfti bara að taka út einhvern ákveðin þroska og síðan er annað og nú er ég ekki að beina þessu á þessa konu, ég hef bara obvious að þau þurfa á þessu lyf að halda og það er frábært. Ég held að hún hafi bara tekið persónulega að þú er að segja að þessi lyf væru tilgangslaus og hún er alveg hei reyndar í okkar tilviki, þá eru þau bara pretty good og lífsgæði okkar hafa aukist. Það er líka, þú veist, bara svo að sjá hreinu augljóslega eigur þetta lífsgæðin þegar þetta virkar sem skyldi, sko. Ég get vottað það. Þegar þau virka er það bara lífsgæði margfaldast. Hefur þú þurft að nota svona lyf? Ég er á lyfjum. Já, þú ert ekki ofvirknislyfjum. Nei, ekki ofvirknislyfjum. Nei, nákvæmlega. Ég er á þarna, hvað kallast það? Þunglyndislyf. Já. Sem að getur virkað við þunglynd og kvíða og svona alls konar dóti. En ég líka, sko, það sem að og þetta kemur frá my man Sölvi Tryggva líka, sem ég las alltaf í bókin hans. Sem ég hef sammála. Hann segir bara fáðu kakó. Nei, hann segir hann nefnilega alls ekki og hann er nefnilega alls ekki gaur sem að... Ég er að djóka. Ég vil ekki fá Sölvi Tryggva herinn á mig. Það sem hann segir er að fólk verður að passa sig að festast ekki á lyfjum. En okkur ekki. Svo sumir fara í gegnum lífið sitt alltaf bara, þau bara hafa að lifa án lyfja, prófa að lifa með lyfjum og eru bara, þetta er miklu betra. Af hverju ætti ég að vilja fara aftur í hittfarið? Þú getur oft, í mörgum tilfellum getur þú nota lyf sem hægjur til að stilla þig af og síðan getur þú hætt á lyfjum og fara að vinna í þér. En þú getur notað til að brúa bilið. Og ég er, eins og ég segi, ekki, nú er þú að taka þessu persónulega, nú er þú að vera konan sem senda okkur skilaboð. Ég er ekki að beina þessu að persónni. Nei, ég er ekki að segja það. Nei, en það sem ég basically að segja er, ég held að ef það er hægt að fara náttúrulegu leiðina, ef það er hægt að stunda alls konar sjálfsvinnu, hvort sem að sé mataræði með því að hugleiða, hreyfa sig, mér finnst að allar þær leiðir eigi að vera testaðar meðfram lyfjagjöf og sjá hvort það sé hægt að taka út, af því þú veist að það hefur betri áhrif á líkamsstarfsemi en að vera ekki að dæla í því amfetamín dæla. Það er Við erum ekki að tala um amfetamín. Við erum að tala um konserta. Já, ok. Ég náttúrulega hef enga reynslu af konsertum eða ADHD-lyfjum. Þú hefur reynslu af konsertum? Af konsertum? Konsertum og konsertum.
Tónleikum? Já. Ekki mikla, ég er búin að gleyma því hvernig það er að gera það. En Ok, ég ég ætla fatta ekki konceptið allavega það sem mér langar að gera, bara svona til að clear it up, þá erum við ekki að setja út á fólk sem nota lyf Nei. yfir höfuð, heldur Ég erum peppa við öll. Ég er og ekki alltaf- ég er alltaf að tala um það hvað ég dýrka lyf. en síðan ekki Nei, tjók. síðan ekki hlusta á neitt sem við segjum þá verður bara í alvöru talað það sem Það er afturrengi ekki fræðislefni. já, bara alls ekki veist, alls ekki stilla inn á podcastalan og halda og takir eitthvað fróðlegt með þér. Jú, ok. Jó, Erum við- ekki dángreita eitthvað svona mikið. Mér finnst þau eru mjög fræðandi. Nei, þetta er ekki dángriða, ég er með disclaimer. Já, ég myndi það er gott að vera disclaimer. Það stundur þarf að hlusta vandlega, bara þú veist eitthvað, er þeim alvara eða er þeir að grínast? Ég vil ekki taka ábyrgð á neinu sem ég segi. Ef við segjum eitthvað heimskulega þá segjum við allan að hafa verið grín, þó okkur hafa verið gett álvara. Herri, Þegar við síðan- sögum það. En það er annað samfélag sem er dálítið pirrað út í okkur. Hvað? Ekki bara, mæður og konserta samfélagi, sko. Hverjir? Það er sem sagt, við erum búin að fá 3 skilaboð þar sem fólk er dálítið pirrað Yfir hverju? hvernig við tölum rafíþróttir. Ég fekk ein. Sko, það var Hvað sögðu við um rafíþróttir? Sagði ég ekki bara að mér langaði frekar að barnið mitt væri landsliðin í körfubolta en landsliðin í FIFA? Jú. Var það ekki bara... That's Jú, it, við vorum líka basically að segja að þetta er basically... Nei, þetta getur ekki verið alveg, það er ekki svona höfundsár. Býtu, þetta er sko... Þetta er... Þið eru litlir í sig. Þegar vorum að segja að fólk æfir... Þegar þú farin að hanga það mikið í tölvunni að einhver segir, þú ert íþróttamaður, þá ertu búin að hanga fokki mikið í tölvunni. Og þetta var öllum líkindum skrifað úr mjög þægilegum skrifborstól. Já, og okkur svona Alienware tölvum með svona fullt af ljósum í. Já, þetta var Og skrifað litla bara ljós líka. Nei, það var þetta var Það gætu við vorum alltaf að gera pínum að ég vorum að tala um að styrkja karakterinn í Já, tölvuleiknum í staðinn fyrir Það var sjálfan sig. eitthvað frekar fyndið. Það var frekar fyndið. Nei. En sko, ég persónulega, ég elska- ekkert tilbaka. Hvað? Nei, ég held ég hafi meint allt sem ég sagði, sko. Ég dýrka annað sem ég fór að hugsa þetta í gær þegar þessar 3 manneskjur, þetta var ekkert eitthvað alvarlega hvort hann en svona aðeins eitthvað, þú ættu að virða tölvuleika samfélagið. Ég virði það bæðið geðið mikið, sko. Þið ættu að virða okkur sem spilum tölvuleika alltaf daginn og sögupór. Það er svo veikburða. Ég var líka sér töluleika ykkur sem eru alveg að hit the gym, sko. Já, ertu að meina eins og ég? Já, nákvæmlega. Það sem ég ætla að segja er ég er náttúrulega að spila fullt töluleiki í dýrka og ég tók þátt í þessu Íslandsmeistaramóti í Kotundaginn og dófistur. Ha? Var ekki búin að ég talaði ekki um það í síðast þetta? Nei. Ok, Það er nú alveg, þú hefur sérst tekið þátt í svona íþróttamóti. Íþróttamóti. Já. Sorry. Ekki snappa. Ég hita upp með brak í Já, punktunum. nákvæmlega. Allavega, þetta var svona unofficial, þetta var eitthvað gameplay.is eitthvað. Þið voru ekkert á, þú veist, er þetta nýlega? Já, það er nýbúið að opna í Call of Duty fyrir að það er sér að gera svona private servera. Já. Samt með, þú veist... Ég sá fyrir mér eitthvað vöruhús og allt út í Nei. einhverjum svona PC-tölvum En í þessu, og ég eitthvað, þú veist, ég sé bara, þetta er 2 tíma, bara heyri Inga, hann er í Danmörku og heyri Slatko, frænda mínum eða frændan í Jófinu og ég bara, ok, let's do this shit. Zlatko. 15 skall, Slatko. Er hann harðar en meðalmaðurinn? Já, allir serbar eru harðar en Já, ég held hann að þeir eru allir með einhverja historíu í genunum sem að fyrsta sem ég myndi gera þetta er vel orðið þeir eru bara með sögu í genunum sem við höfum ekki, sko, það er bara flott ef að já, ég meina þú veist ef horfir á þetta bara eins og hvernig bara dýr þróast ekki um tíðina og þau fá eitthvað svona sensor, þau eru bara með eitthvað annað sens heldur við. Við erum bara með eitthvað bóri nefn og degi einhver skurði. Sko, þeir eru með einhver úlfagen og meðan við erum bara með einhver svona rollugen. Svona harðgera rollur, landnámskindur einhverja sem við erum bara eitthvað upp í klettum að nagra. Í einhverju torfkofa. Á meðan þeir eru að éta okkur. Herri, og við tímum saman, Ingi er eitthvað, ég hef engan tíma, ég er alveg gaur.
það 15 áskall í velun ég leti svo ókslega mikið eitthvað 5 áskall á mann Já, ég ætla að spyrja, hefði þurft að splitta þig? Já, splitta þig Þú, Ingi og Slatko? Já, ég Ingi og Slatko og hérna, það er sko Er þetta í Call of Duty? Já, þetta er 150 manns 3 í liði, þetta er Trios Og er þetta svona Battle Royale dæmi? Já, nice. ógeðslega gaman Þetta er skemmtilegasti töluleikur sem ég hef spilað Já, þetta er hann er intense og hann er spennandi og maður getur orðið ógeðslega góður í honum þú veist svona fundið nýja leiðir til að vera taktikal allavega og við byrjum að spila hann já, þetta er svona eins og íþróttamæður sem að æfa sig skilur í fótbolta og getur eitthvað svona tekið hjólastspinnu og getur farið eitthvað hoppað í hring og skotið og uppgreita byssuna og svona og við býðum og við förum inn á server og við býðum í 45 mínútur sem er endalaust eitthvað svona detta út að fara inn á, detta út á og serverin átt að byrja á liðin hálftími við komumst loksins inn virkar ekki mækinn hans Inga af því hann er í PC-tölu þannig heyrum ekki Inga og meðan við erum eitthvað að lenda Þeir í hverju? Í Call of Duty Nei, þeir í hvernig tölu? Við erum PlayStation og hann er í PC það er þetta crossplay þannig ég er eitthvað að ringja á FaceTime í Inga til Danmörku og reyna að tala við hann í gegnum við lendum drefni fyrstir af öllum í borðinu og við drefni fyrstir og Ingi segði bara, já, þetta var gaman og fór En eru gaurar á svona mótum, eru gaurar í PlayStation að keppa móti gaurum í PC? Mér fannst alltaf skrítið Er ekki eitthvað svona PC Master Race dót? Eru þeir ekki alltaf miklu betri? Þeir eru miklu betri Er það eitthvað PC Master Race maður? PC Gang Ég held að gaurinn sem vinnir sér alltaf PC-gaurar Það er miklu auðveldara að miða með músinni heldur en eitthvað að miða með einhverju joystick heldur að PC-gaurin séu en það er auðvitað að lappa með joystickið Já, sko, ég held að þetta séu bara þetta eru tvö það ólík form að þú veist, ef þú ert á PC þá verður þú bara kepp móti gaurum PC og ef þú ert á PlayStation þá verður þú bara kepp móti gaurum PlayStation þá ertu bara geggjaður í PlayStation eða geggjaður í PC Jú, ég myndi halda það sko. Við vorum sko drepnir og ég fór svona að fylgjast síðan með gaurun af því að ef þú ert drepinn þá getur þú fylgst með næsta gaur og þá getur þú horft á hann spila allan leikinn og mér fannst þetta alveg spennandi að því að þetta voru Íslendingar og maður svona, þó maður veit ekki alveg hverju eru þá veit maður að þetta er einhverju dudes einhverstaðar og líka þú ert búin að bíða í 45 mínútur bara til að geta að byrja þetta og gaurinn sem drepa okkur heita eitthvað Raf Íþrótt KR 3 í lið þetta er bara professional gaurar Já, við erum bara vaxtaræktamenn Já, basically bodybuilders og ég sé fyrir mig þeirra var örugglega setið þarna á KR-vellinum í miðjunni á grasinu og stúkan bara KR spilur bara 15 áskall Nei, bara eins og bara á körfuboltaleik síðan var ég að fylgjast með þeim og ég ætla að draga tilbaka sko, ef það er einhvern tímann styrjöld bara og eitthvað svona avatar-dót Já, bara við hvernig á ég fyrst að tala þá myndi ég ekki fara að tala við þá af því þeir voru svo technical þetta er ekki bara, þeir eru ekki bara góður í töluleik þeir eru bara ógeðslega góður í að hugsa bara teamwork svona myndir ekki bara, okkur myndir ekki frekar tala við þú veist, sérsveitamann sem að kann þetta nema í alvörinni Þeir eru svo busy við að hræða útigangsmenn og eitthvað svona, við getum ekki fengið þá lára Já það er útrætt nú fáum við sérsveitar eftir okkur allir kettpirraðir en svo busy við að vera með hana gulu hríðskota gummibissuna En ertu sérst að halda þér fram að þú veist, ef það kemur eitthvað svona pínu heimsenda scenario og neti myndi dett út þá var þessi gaurar fókt Eru þeir alveg jafn verðmættir eftir það? Þeir eru bara svo fiskar á þurru landi ef að neti dettur út Þeir ekki bara á rátetnum bara eitthvað Ég held að þetta væri gaurarnir þegar að styrjöldin kemur Heldur að þetta verður bara aðal gaurarnir? Býtu, sjáðu þetta þegar að Íslands styrjöldin verður til og þetta verður eitthvað svona Hafnarfjörður á móti Reykjavík og allir brjálæðir þá eru þetta gaurarnir sem standa inn í KR-heimilinu með svona risastórt kort af Reykjavík og þeir eru að benda með svona prikum og hreyfa kalla á því Já, ég er svona hershöfingjar Hvort myndir þú, Arnar, nafni góður ef að internetið myndi hætta bara internetið er ekki lengur til og það væri heimstyrjöld, það væri einhver ógn sem að stæði að okkur hvort myndir velja hóp af rafíþróttamönnum eða hóp af röppurum Ég myndi örugglega velja hóp af röppurum sko. Yngri röppurum með eldri röppurum Bara ykkur Ykkur, eru við eitthvað strategískir? Nei, en af hverju
þarf þetta að vera eitthvað strategi á móti hverjum ég að fara að berjast ég ekki bara að fela mig og bíða það bara fucking ógn og þú vilt vera með besta liði hvort myndur með hópa einhverjum sjálfkjörum röppurum eða hópa einhverjum strategískum You're all the Walking Dead Walking Dead með rafíþróttamönnum eða röppurum já, nákvæmlega, gott að mig og þú ert í þannig Rick liðinu áður en að þú veist nýjustu seríun í gangi og gaurinn sem þetta er bara fyrsti þáttur, fyrsta sería gaurinn sem með Lucille þarna hafnboltakjöluna já, sko, ég myndi velja fyrsti þáttur, það er bara meira fyrir bara fyrsti þáttur, þú hittir hóparöppurum og hótar rafíþróttamönnum þú ert að spíla, þú vaknar að spíla og þeir rapparinn eru eitthvað, góðum með okkur mann við erum alltaf með okkur dubi eða eitthvað og rafíþróttamönnum eru gett skipulaðir eitthvað svona lappa eins og svona rómverið í Kanada sko, það fer eftir, ef rafíþróttamönnum væru yngri en ég þá myndi ég taka þá, sko og ástæðan fyrir því er að ég myndi örugglega bara svona reyna að manipulata til að vinna fyrir mig þú ert basically vondikall þá já, basically ég held að sko hópur af rafíþróttamönnum og hópur af röppurum myndu manipulata þig ég held að rapparnir myndi gera absolutt ég held að rapparnir myndi gera bandi þá myndi ég ekki verja það alltaf nota þessum beitu en ég held að rafíþróttagörnir myndu taka að því Arnar myndir í smástund var ég Arnar og ég fokk, höfum við sagt nafna þess áður nei, wow Arnar sem ég var að kalla fyrir 3 mínútur nafna eina sem við höfum ekki sýnt andlit á þér já, bara ónefndi gaurinn sem en Arnar í vinnunni, hann er eins og smá hersöðingi sko, og fylgist með honum á ónefndir skrifstofu já, og ég er líka að hugsa þetta hann stýrir okkur já Nei, hann er bara búin að vakna 2 mótna í rauða þegar í gær hringdi ég hann eitthvað hvenar, ég man ekki upp úr 7 og nú gerir þú það í morgun sko, það er svo litla virðingu fyrir þér já, ég veit það, en mér langar að segja eitt var þetta já. Og þegar ég vaknaði við símtal 1 mínútu fyrir vekjarklukkunum mína já, sick og ég gauti eitthvað vekjaði og þá heyrir skauti svona hlæðir smá nei ég er ímyndum mér veistu hvernig ég var að ég segja nákvæmlega hvernig ég var ég segi við Jóni ég segi Jóni ég trú ekki þurfa að gera það ég þarf sko að ringi Arnar og veistu hvernig ég ringdi ég fór hnén, beigði mig niður ímyndaði mér að þú væri fyrir fram mig og svona og ég var með skottum til lappana sorry as fuck ég var ekki að taka það var ég sem var glottandi þegar ég sagði Gauta að hann þyrfti að heyri þá er ég alveg já, en sko málið er að það var alltaf ekki skemmtilegt í heim og vakna ekki við vekjarklukkuna þannig ég var svona, þetta er komin á stað og skoðaði Messenger chatið okkar þá kemur eitthvað svona, getur við byrjað fyrir eitthvað ég þarf að fara annað eftir og Arnar bara, já, ekkert mál en ég myndi hringja í nafna hann dýrskar að láta vekja sig já, við séum að þetta er þessi mannfokkar sem er að fokka þær upp eitt enn til að loka aðeins að tala um rafíþróttakör í viðbót að ég var hugsað í gær þegar við fengum þessi hate mails þegar allir voru brjálæðir af hverju að vera svona obsessed að því að eitthvað sé íþrótt til þess að við sér tekið gilt býtu eins og með hjólabretti ég fór að hugsa þetta hjólabretti er bara stand-alone sport sem hefur aldrei vilja vera flokkað sem íþrótt. Eru allir sammála? Er ekki alltaf sumir sem er eitthvað, við viljum vera ólympíuleikunum? Já, það eru eiginlega engin, eins og snjóbröðugaurar og hjólbröðugaurar vilja helst ekki að þetta sé tekið inn í íþróttasambönd. Er það ekki, af því þá fara þeir setja reglur og, já. Nei, það er ekki punk í því. Það er ekki punk í, og fyrir mér er þetta töluleikjabras að vissuleiti einhvers konar punk, skilur þetta og ég er ekki að tala um punk eða sinn Reykjavík og hlempunk, ég er að tala um bara þetta er bara svona, hei, mér finnst ekki gaman fótbolta, ég ætla bara að fucking spila töluleiki, skilur og en ég held að þetta sé til þess að fá svo viðurkenningu að þú spila töluleiki það mikið að fólk er bara, þú ert alltaf í tölvunni svo getur verið bara, þetta er íþrótt skilur ekki. Þetta er eitthvað þannig, ég held líka þessi eina íþróttin þar sem ert bara að drepa fólk þessi rafíþrótta ekki að þú ert í FIFA eða eitthvað já, ég er mig grein fyrir þetta sé ekki ekta en þú ert ekkert alltaf að drepa fólk líka bara eins og hann segir, spila FIFA eða nei, ég er að ímynda mér alltaf þú veist, ég menn eins og Counter-Strike og þessi vinsælustu skotleikir þeir eru alveg, ef maður pælir í því
bara eitthvað svona 10 ára gæði, bara eitthvað headshot, skilurðu, og svo var þetta skjóti í lappinu og gæðin eitthvað öskrandi, skjóti hann í hausinn til þess að, þú veist, er þetta ekki eini íþróttin sem bara eitthvað, sko við förum við drepum hennar gaur, veistu hvað ég er að tala um? Jú, ég held að þetta sé eina íþróttin sem er þannig, en það ekki bara eðlilegt. Ég veit það ekki, kannski... Körfubolti eina íþróttin það sem að menn að tróða bolta í körfu. Nautat. Já, nautat. Það að drepa. Það að drepa naut. Það að kasta... Djúlega það viðbjóðslegt. Það er ógeðslega mest, mest up shit. Þetta er bara... Þú hleypur í ringi og pínir naut til dauða. Já, ég var reyndar að hugsa hafi ekki séð að maður hlaupa niður og gett þrönga götu. Já, nautarhlaup, já. Hvað pæling er það? Það er líka... Það er, ok. Sko hafið þið lent í því að þið eru að horfa, þið hafið séð þannig, akkur veist með eins og það hefur eitthvað meira þannig vídeo, eru kannski búið að banna nautaðt, mér finnst einhvern veginn eins og það hafa bara reglulega verið eitthvað í fréttum, eitthvað nautaðt var haldið og það var illa séð og svo er bara sýnt þeirra að hotnið fyrir gegnum gaur og maður eitthvað, yeah! Þú fara alltaf í rassinn. Hvað segir, já, og þá fagnar maður að því að maðurinn er vondikallinn, bara eitthvað, þú veist, þarna varstu fucking tekin maður, með eitthvað spjót í gegnum, stupid ass motherfucker, stupid ass motherfucker, það er 100% þegar fólk er eitthvað, ef það eru bara, ég greiði kallinn, hann eitthvað lamaðist í þannig nautahlaupinu, það er bara 100% þér að kenna að vera dumb as a motherfucker og gera þetta. Þetta er alveg með því heimskulegasta, sko. Ég minnst þetta bara að þetta er svo að lappa hérna upp á handrukkara og bara slá hann. Sko En væri þetta eitthvað sport ef við myndum skipta út þessu dýrinu? Já, nei, ég er ekki kondóna neitt, ég er bara fór að ímynda mér að það væri eitthvað sem væri og við skulum ekki hugsa partnið þess með drepadýrið. Sko, við þurfum ekki að núna erum við að tala um 2 ólíka hluti. Í nautaati, þá er gaur sem er með einhver skikkju sem er að drepa dýrið. Þú veist að stinga með spjótum og yfirbuga. Í nautahlaupi, hvernig er einhver fyrir utan alltaf ofbeldi sem beinist að manninum sem fær, þú veist, er verið að meiða, þú veist, er nautin ekki annars bara eitthvað að hlaupa? Ég held að það sé er þetta ekki smá bara eins og réttir? Ég held að nautin sé alltaf að þjásta á einhvern átt ég myndi að það er bara eitthvað verið að taka inn í einhvern bíl síðan er að setja inn á einhverju braut og láta hlaupa og það er bara svo fucking reyta það bara stinga fucking alla. Já, en þú veist, er þetta ekki samt sami eventin? Veitu hvað er það? Nei, ég held að þetta sé alveg 2 ólíkir hlutir. Nautahlaup og nautaati er alveg 2 mjög ólíkir hlutir. Ég held að nautahlaupi sé sakleyslegra og ég held að aðalega fólk sem með þess þar. Sen er þetta bara hópur og nautur sem er að hlaupa frá A til B. En ef þetta væri bara mjög pirraðar ofbeldismenn sem væri settir og síðan þetta fólk bara hlaupandi þeim. Það væri öðruvísi, sko. Af hverju? Fólk er bara slasast. Af hverju? Já, þetta er svona í eðli sín ólíkt en ég skil hvað að segja þetta er bara eitthvað hvað æsa einhverja 20 ofbeldismenn, einhverja handrukkar á eitthvað æsa þá, henda þeim inn í eitthvað gerði, opna gerði og það er alltaf út í einhverju túristum blindföldum eitthvað hlaupandi í burtu. Fyrir mér er engin munur hvort það væri fullt af ofbeldismönnum, naut eða stór steinn sem rúlar. Já, einmitt. Þetta er allt bara eitthvað eitt borð í Crash Bandicoot. Já, þetta er alveg... Þetta er bara... Nautahlaup er alveg eins og eitthvað borðið í Crash Bandicoot. Já, bara alveg. Og kameran, minn ekki alltaf að kameran færist í borðum og kemur á mótir. Já, sér alltaf svona aðeins meira og meira. Þetta er stressandi borð. Já, maður, þetta er finna pælingar. Við byggðum hérna... Ég vil ekki gera... Við byggðum engan afsökunar í þessu. Nei, ég ætla nú ekki að byggja neitt svo marga afsökunar. Þetta er síðast skil sem við byggðum afsökunar. Við erum ekki að byggðast afsökunar. En þú veist, það er samt, þú veist, ég vil ekki... Það er alltaf leiðilt þegar menn eru reiðir við mann. Já. Það er aldrei góð tilfinning. Það er enginn að særa neitt. Nei. Ég hef verið svona pirraðið tilbaka eitthvað. Þeir get rafið íþróttabenn pirraðið við okkur og við get pirraðið við þá tilbaka eitthvað. Ég veit að nú er fólk eflaust búið að jafna sig á einhvern hátt á því sem að gerðist fyrir okkur í gær en þessi þáttur er alltaf tekin aðeins upp fram í tíman. Já, það gerist þetta í viku, sko. Já, það gerist þetta í viku, en mér langar samt að tala um það sem gerist í gær. Ég átti moment þar sem ég er heima hjá mér og ég upplifi það mikið uppnám hjá sjálfum mér að ég fleygði mér í gólfið og barði með hnefanum í gólfið. Sem sagt, fyrir ykkur sem að bara útskýra. Ígja er bara til að, þú veist, af því að núna er vika liðin sennilega og fólk er búið að gleyma þessu kannski, þannig að við ætlum að rifja það upp þegar að... Ég veit ekki hvað það er að tala um.
Ísland tapaði á móti Ungverjaland í gær og kemst ekki á EM. Gerðir þú verið enga grein fyrir því? Nei. Ég elska svona típur eins og þig sem að ég bara svona sem vita ekki svona, ég bara elska það. Mér finnst svo gott að vita að fólk aðna úti sem að bara horfði ekki á leikinn, veit ekki á EM og ekki að spá í þessu og lætur þetta ekki vera taugarnar á sér. Ég vissi ekki á þessum leik. En þú horfður á fótbolta? Ég myndi ekki segja það sko. Ég horfði á síðasta fótboltum þegar Steve McManaman og Robbie Fowler voru. Ég ætla að segja frá þessu, ég ætla að lýsa þessu fyrir þér bara í hvernig það var. Ég sá þetta alveg fyrir mig, þú og jörðinni og berðið hnefanum niður. Staðan var þannig að Ísland skorar, þú veist hvað, 14. mínútu eða eitthvað. 11. mínútu. Hver skoraði? Ísland. Gylfi. Og Gylfi skorar og stemmingin bara þannig að þú veist, það er bara tjúlast allt. Sorry sér tröfla, Ungverjaland eitthvað gott land í fótbolta? Já. Ég þekki það. Þeir eru bara flottir, bara með leikmenn í stóru deildunum, ekki í þýsku deildinni og bara flottir. Þeir skora, Ísland Ungverjaland meira með boltan. Ég man, statistiki í hálfleik var að Ísland var 38% eitthvað með boltan á móti hinnu og þetta leikurinn alltaf þannig að Ungverjaland kemst í sókn og Ísland dundrar bara boltan alltaf burti. Það er mikið varnarleikur í gangi. Herri, og þetta bara búið að halda þannig. Ísland skora næstu í annað mark í seinni hálfleik. Og alveg voru líklegir alveg. Komust í, þessar skyndisóknir voru alveg virkað. Og Hannes var að verja bara ótrúlega mörg. Hann var bara ógeðslega flottur. Herri, síðan gerist það að hvað, á mínútu 84, 88. Já, þetta var eitthvað, þú veist. 88. Já, segja það bara, 88. Allavega, einhvers staðar 80-90 skorar Ungverjaland sitt fyrsta mark. Jafnar. Við bara leiðin í framlíkingu og svo vító. Síðan bara á sko... Hvað mínútu var skorað? Hvernig jöfnuðu þið? 88. Vá, ok. Segja það. Síðan bara skoraði annað mark bara þegar það er mínúta eftirleik. 2-1. Og sko og í stöðunni 1-0 þá var Ísland á leiðin á EM á næsta ári og ég var bara í huganum bara eitthvað, ég er heil í félögum ég ætla að mæta, ég ætla að fara og var alveg komin þangað í höfðinu bara ég var að byrja að panta miða og bara skoða hótel og bara hvernig ætla það að vera með COVID, ætla maður að fara ekki ákvæður gaman að fara, COVID búið maður og strákandir og svo bara 2 mörk og við erum ekki á leiðin á EM og það er bara COVID og vetur og líka þetta er ekkert 3 mínútur sem bara krömdu draumar var það HM eða EM sem vorum á 2016 var ekki HM fyrir cirka 2 árum og EM fyrir 4 árum er þetta ekki Rússland og París? Ég var að spila þegar við tókum HM, EM er alltaf 4 ára fresti þannig að það er næsta ári þeir koma heim af HM þá var ekki partí en þeir koma heim af EM þá stóðu þessi vel og þá heldum við partí á Ingolstorgi sem ég var að spila þegar strákarnir var vinsælt og ég tók strákarnir eitthvað á Ingolstorgi þegar þeir með landsliðinu já, þá fá ég king shit sturlað moment sko að fá að vera partur af því er það eitt svona uppáhalds svona stendur uppur hjá þér? Já, algjörlega og málega, ég horfi náttúrulega sko, ég horfi aldrei á fótbolta en horfi alltaf á íslensku leikina og sérstaklega ef við erum komni ef þetta er leik sem skipta máli ok, ég horfi ekki á alla íslensku leikina en ég horfi á og stemmingsmaður stemmingsmaður og hef gaman að því ég gera stundum líka og ég hef svo gaman að því þannig að vinur okkar Arnars er að spila í liðinu, Aron og ég hugsaði í gær ég get ekki beðið eftir því að Aron hætti að spila fótbolta og ég er ekki að segja ég vilja hann hætti núna bara klára sinn frábæra feril fyrst svo ég get hætti að horfa á fótbolta að þegar hluta til er ég bara að horfa á fótbolta bara horfa á vinur bara tryggur vinur nei, bara vinur minn er lið ég hef meira gaman að ég horfa á fótboltan af því að hann er inn á og kameran kemur hann og ég er svona it's my guy sendur hann alltaf message bara góð leikum eins og í gær þá hugsaði ég töpuleiknum og ég get bara ímynda mér hvað eru margir að senda hann message þannig að við höfum, það er svo fyndið í okkar sambandi við höfum eiginlega aldrei talað fótbolta sko og ég kannski, maður hendur alveg í gangi vel að leiknum eitthvað en okkar sambandi hefur ekkert ég fara á 2 leiki með honum úti, mann ekkert hvaða liðum maður var að keppa múti veistu, er hann sjálfur mikið að horfa á fótbolta? Ég hef spáð þessu fyrir mig ég held að hann heldur með Manchester en haldið að fótbolta, svona professional athletes séu mest megnast mikið að horfa á sín íþrótt
Já, ég held að ég myndi mér að það er mjög algengt bara eins og tónlistamenn hlusta mikið á tónlist held ég held að fylgist með til dæmis öllum leikjónum hjá liðinu sínu á Akureyri já, hann er mikið þósari sko. Já, ok, það er enda svolít hann alltaf verið svona lojal uppeldis sko síðan, sko, ég veit að þið þekkja hann Kórir en hann Rúnamár sem spilaði með landsliðin í gær og hann var einmitt tekin út af í stöðunni 1-0 þarna á 87. mínútu að bara Rúnar, flottur maður bara út af með stóðstu vel þetta er komið maður hann, við erum náfrændir sko báðir að norðan, afar okkar bræður en sástu hvað gerist? Leið og Aron fór út af hann fór allt í fjöndas og Rúnar, vinu þinn og frændi minn fór út af og allt fór í skrúuna Aron hefði alltaf klárað leikinn, meiddist hann ekki eitthvað hann var eitthvað tæpur var eins og hann byrjaði eitthvað svona fytla við sig sástu ekki, hann byrjaði svona endast að nutta sig einmitt Salka var alltaf eitthvað, þarna er hann í tippinu á sér hann hefur fengið krampa ég veit það ekki ég var orðin svo stressaður, ég var bara komin eitthvað þú veist, ég var að hlusta á leikinn en ég var eitthvað að brasa, eitthvað svona í eldhúsinu eitthvað, fyrir ekki bara búið, fyrir ekki bara komið eitthvað Er ekki meira stressandi að hlusta bara á leik heldur en að horfa á hann? Mér finnst meira stressandi að horfa bara. Það? Já, þú veist, þegar ég er mjög stressað, þá finnst mér gott að hlusta bara. Já, ok. Þú veist, og vera að brasa eitthvað svona, halda mér uppteknum í höndunum. Mér líður bara svo tíminn líður hraðar ef ég er að gera eitthvað annað. Minnst eitt fyndið sem gerist síðan á Twitter í kjölfarið. Það er náttúrulega fullt af neikvæðu dóti, en fólk er samt ekki að drulla yfir þá. Eins og ég sett inn tweet bara, þá er ég bara á 100 km hraða á leiðin í sjóin. Ætli ég horfi ekki á skákþáttunum píuna sem er í pilluneslu til að hressa mig við. Eitthvað svona dæmi. Og maður er bara eitthvað menn voru fucking dabrir. Maður er eitthvað joking around og auðvitað maður dabur. En síðan finnst mér svo fyndin svona tweet sem kom og þetta kemur aðalega frá alþingismönnum og fólk í svona opinberum stöðum sem er eitthvað þetta var auðvitað leiðilegt en mér langar samt að segja frábært framtaki á strákunum, þeir eru flottir og maður er alveg, auðvitað eru þeir fucking flottir. Það eru allir að hugsa þetta. Það er ekki að vera eitthvað að tengja það við þitt, þetta verður eitthvað svo pólitíst. Ég er sko pólitíkus og mér finnst þetta og venjuleg fólk það finnst þetta öllum. Það er ekki eitthvað að taka það sérstaklega fram. Eins og einhver að myndi fara og sjá bara ég er að skrifa um einhvern skákþátt og pilluneslu að þessi bara eitthvað svona taka í persónlega auðvitað finnst okkur ég hugsaði þetta í gerð þetta er eitt af sameiningar táknum þjóðarinnar er þetta fucking landslið þeir eru rugglaðir, þeir eru svo flottir það er svo gaman Þeir hafa komið okkur í gegnum erfiða tíma Ég segi, ímyndaði bara entertainmenti sem að hefur komið bara í kringum þetta Já, og bara samheldnina og gleðina og bara eitthvað neginn og líka þetta saminar svo ólíka hópa sko Það getur verið mjög gaman að horfa spennandi fótboltaleiki Stundum er eitthvað svo kósi að vera bara eitthvað undir teppi og vera bara eitthvað, við erum þjóð við stöndum saman, við erum sama fótboltaleiki við erum öll vinir, mann og gleymir í næstu, þú veist, í smástund hvað maður hata marga og rósamála mörgum, maður er eitthvað, við erum öll saman við erum einhver þjóð Sen er alltaf svona þjóðernisrembingur náttúrulega erfiðunni, þið viti hvað ég er að meina. Það er notalegt að líða stundum bara eins og þjóð, undir teppi með kakó. Já, erfitt. Kakóseremóni. Elska fótbolta, erfitt með, þegar fólk er búið að mála sig með íslenska fánanum í andlitið. Ég hef alveg verið það gýraðar, ég er málaður, sko. Hefur þú gert það? Já, erfitt. Á EM mitt. Já, mjög erfitt með víkingaklappið. Já, í dag, það var eður sparað Var það ekki vinur þinn sem að kýja byrjaða, bjóða til En þú veist, hvað ætlar að taka víkingaklappi fyrir tóma stúku núna? Já, ákláð fyrir Það kemur ekki víkingaklappinu, það kemur meira svona tóma stúkunni við En það sem að gerði, og ég segir okkur í hata víkingaklappið Það er að því víkingaklappið smitaðist í tónlistasynuna. Sko ég er smá sammála þessu. Já, og túristar halda að þeir eigi að víkingaklappa fólk upp á svið og fólk niður á svið. Þetta fóð smá böndunum. Ég viðurkenni, sko, víkingaklappi er geggjað á fótboltaleikjum og í stemmingu og eitthvað, en síðan strax svo þetta er eitthvað annað, þá maður... Hvað heita svona dansar í Ástralíu sem er svona... Herdansan, ég veit ekki hvað heita, sko. En þú veist hvað er að tala um? Já. Að getur þú googlað, Arnar? Í Ástralíu? Er ekki Ástralíu? Þetta er frumbyggja dansinn þarna. Þetta er nefnilega aldrei þannig. Til að koma sér í gýrin?
Já, og hræða andstæðingin og þetta er dálítið þannig, ímyndaðir, það bara Víkingaklubbi er náttúrulega smá þannig. Já, það er bara pínu litla þjóðin kemur og er bara allir eitthvað öskrandi og æpandi og við erum víkingar, við erum klikkaðir. Joey D bara Já, við höfum að tala um þetta, síðan smitaðist þetta yfir í Haka Já smitaðist þetta yfir í að fólk hefur sko víkingaklappað á giggunum mínum á Eirus. Ok, er það ógeðslega skrítið? Mér finnst þetta geðið svona íþróttadæmi. Já, þetta er svona bara stemmingadæmi. Er það? Já. Fólk fær bara víkingaklappa, stundum að ég hef spilað á tónleikum og maður sér svona víkingaklappið myndast. Það er eitthvað að það er verið að klappa og svo einhvern veginn eins og svona þú sér það bara, nei, þetta er að breytast í víkingklapp og allt í einu er bara eitthvað svona hópur byrjar eitthvað hú og einhvern veginn allt í einu sér fleiri og fleiri byrja og maður nei! Ég kunni ekki þessu víkingklappi. Það er svona hú Já, bara og svo aðeins meira tempo. Ok, ekki. Ég lék í víkingaklapps auglýsingunni. Þessum er fólki bara alltaf. Það er bara, já, og þá einmitt leikikuður sem er upp á sviði og víkingaklappar út í sal. Ég veit ekki hvað auglýsing, hvað er verið að auglýsa? Þetta er Coca-Cola auglýsing sem kom 2016 eða eitthvað og þetta er basically sko víkingaklappi frá að nota til að selja Coca-Cola. Nei, þá er þetta eitthvað svona, þau skála Coca-Cola og það er alveg ding, ding, og síðan einhver gaur sem dettur á hjólabretti og heyrist þú veist. Ok, það er þetta, ég hef ekki séð þetta, það er hljómar þetta eins og pínu kúl það er tekið sko, tekin ótrúlega margir þættir af samfélaginu og gert hú og gert og síðan í endanum er þetta bara there's fresh Coca-Cola drekki kók, allt sem bara eini drikkur sem eyðilegur íþróttir nema rafíþróttir eini drikk maður spyrir ykkur eitt hérna varandi bara íslensku landsliðin við erum líka með handboltalandslið og mér finnst, þegar ég lít tilbaka mér finnst þess að handboltalandslið og fótboltalandslið hafi aldrei verið að píka á sama tím. Er þetta ekki alltaf annarkvæmt handboltalandslið geggjað eða fótboltalið? Jú, þetta er náttúrulega handboltalandslið var geðveikt lengi geggjað, alveg bara from the 90s og fótboltalið ekkert spes. Nei, og fótboltalið bara, þú veist, sorry, please ekki eitthvað snappa ef ég segja það, þeir bara, þú veist, sökkuðu við vorum bara eðlilega og sem við erum náttúrulega, við erum bara þú veist, smá þjóð bara á hjara veraldar sem að það meikar engan sens að við séum góður í fótbolta og þannig var þetta bara lengi en þegar þetta fór svona, stemmingin fór aðeins að dala í kringum handboltalandslið, þá allt í einu var fótboltalandslið eitthvað svona abnormally fucking gott, það meikar engan sens. Mér finnst þegar við horfum á handbolta þá finnst mér svona eins og að sé það er lokað á uppáhaldsstaðnum okkar við höfum að sætta okkur næsta mér líður þannig ég vil ekki fá handboltasamfélagið á okkur en mér finnst það bara þegar fótboltalið er svona ógeðslega gott en ég man eftir því að ég var miklu spenntur að horfa á landsliðs handboltaleiki þeir skoru bara en það er svo mikið aksjón þeir eru bara, og það er skorað og það er skorað og þeir skora þeir skoraði en svo bara, en þeir klúðru þá ertu bara, fuck í grunninn fyrir ef þú er að horfa á handbolta eða fótbolta í sjónvarpi þú veist, handbolti er aksjónsport að meina hitti meira svona þólum aðeins vinna einhvern veginn, það gerist hægt handbolti er geggjað TV sko. Smá eins og körfubolti, það er bara alltaf verið að skora það er bara alltaf menn í jörðinni og meiða hvort annan og slást og það er svo ísokki þetta er bara aksjón en eins og með fótbolti, ég skil ekki hvernig að því nú horfum við bara á íslensku leikina og momenti sem ég upplýði í gær ég þurfti í alvörinu talað bara að horfa þætti til þess að róa mig niður ég var svo ógeðslega pirraður hvernig er til dæmis búið að vera að halda með liði eins og Liverpool öll þessi ár? Það er náttúrulega pínu öðru sér sko að með landsliðið eða fótbolta en þú veist, en ég hef samt ég hef mögulega bara orðið alveg jafn dapur á ferlinu með þegar ég held með Liverpool en sökkuður ekki bara þangað til þeir unnu daginn? Nei, þeir nefnilega sökkuðu ekki sko þeir voru bara, þeir kannski sökkuðu í samanburði við bestu liðin í nokkur ár, en þú veist, þeir voru bara í einhverju svona lendi í fjórða sæti, þriðja, annað sæti. Mér finnst þess að það voru alveg geggjað þegar við varum yngri, sko. Bara Michael Owen og Steven Gerrard og eitthvað svona voru
ungir sko. Já, Mér varst ég meina þá- þeir voru, þú veist, þeir voru geggjaðir, þeir bara unni ekki deildina. Ég Þú var veist, að fatta. þeir unnu aldrei deildina, voru alltaf geggjaðir. unnu samt ofta Þú veist, það er eitthvað samt- svona meistaradeildina eða eitthvað, hvað heitir þetta? Hérna, Jú, unnu hana 2005 og... Strákar, ég var að fatta eitt. Já. Ég var að fatta eitt. Hvað? Við erum að fara í fyrsta sæti með hennar þátt. Hvað segirðu? Við erum að fara í fyrsta sæti á podcast-appinu með hennar þátt. já, Af hverju? Þetta er fótboltaþáttur. Við erum voru fótboltaþáttur. já, þetta er basically bara Dr. Fútból. Já. Býttu er ekki Sölvi Tryggvi efstur? Jú, Er ekki þetta mikið lengur. Það er alltaf eitthvað svona svissast eitthvað. Er þetta rót? Er þetta Sölvi og Dr. Fútból? Eitthvað að býtast þetta? Já. Nei, síðan eru náttúrulega, sko, Sölvi áttaði sig á því, þegar við komum inn á markaðina, hann er basically bara býð eftir að við komumst í fyrsta sæti. Já, Ætlar hann bara hætta? bara leggja mækjan á hilluna sko. Nei, hann Þetta er er komið. bara, hann er, veist, hann veit þetta sigrað, en hann er bara býða, skilja, hann veit alveg að hann á eftir eitthvað, Já. en smám saman erum við að klífa upp Mortal Kombat stigan. Já, alveg að fara að berast á móti Goro og Shang Tsung. Goro var á undan, var ekki síðasti guðurinn. Shang Tsung. Shang Tsung. Já. Og hann gætt breytt sér í alla. Maður var svona, ok. Var það ekki þannig? Jú. Ég man ekki eftir Shang Tsung, ég man bara eftir Goro. Manst ekki, hann var vondi kallinn í bíómyndinni. Hann gætt breytt sér í Hann gat Liu breytt, Kang og... já, ef hann var búinn að drepa liðið, Já, þá gat hann breytt sér sem sagt í, Eat your soul. Já, Eat Your Soul, maður. Já, í núna manni í það. næstu hverju eftir. Herðu, strákar, við verðum að spila þetta fyrsta. Já, en eitt inn áðan spila þetta. Ég var að hlusta á síðasta þátt sem ég varst skemmtlegur, en ætluðu við ekki að taka eitthvað svona aðsendar spurningar og eitthvað í þeim þætti og svo bara fór. Við gerum það. Já, alveg í blá lokin. Fyrirgeðu, strákar. Afsakið. Ekkert mál. En það er samt rétt, það gengur mjög illa að fara yfir þessar spurningar. Og það er bara að safnast upp, þannig að... Já, en það er bara fínt. Það er komin alveg frábær banki. Þetta er eiginlega bara orðið það mikið að við bara svona erum orðin feimnir við að byrja, sko. Þannig að við erum alltaf bara svona að gleyma því og staplinn bara stækkar og við erum hrættar og hrættar við hennan stapla. En ekki það sem átt ekki að gera. Nei, ekki hægt að senda. Nei, þetta á ekki. Við erum endur, sko, því steiktari komment, því steiktari topic sem það eru og því svona, við viljum bara fá góða pælingar inn og lesa öðru. Já. Og líka náttúrulega ef ykkur misbýður eitthvað. Það er alltaf gaman. Ég segi ekki að það sé sérstaklega gaman, það er... Getur fætt síman aðeins frá. Þetta er ótrúlegt. Já, þetta er... Samt pínu svo bara Transformers 5 eða eitthvað. Haha. Það sem ég meina með Transformers 1 og alveg, þetta er gett, alveg mikið að dóti, skilur. Nei, ok, þetta var cool. Þetta ekki sól. Það var Transformers 5 var of mikið. Ég meina það er bara, þú veist, það er endaðrið er í 3 tíma og það eru bara alla byggingar skemmtar, öll Transformers koma, Mark Wahlberg er þarna, auglýsingar og maður er, þú veist... Auglýsingar? Ég meina allt í Michael Bay myndum, allt bara eitthvað FedEx, Mountain Dew, eitthvað svona út allt. Hvernig tengist það þessu lagi? Það tengist í... Hann er basically að segja að fyrra dæmi var... Stundum með less is more, skilur. Hann er basically að segja að þetta sé... En ég er náttúrulega ekki tónlistamæður, hann er ekki hlust á mig, hérna... Nei, það heyrist. Það heyrist. Ég bara, en sko... þetta er svona lagið sem að... Þetta er remix af laginu sem við spilum inn árum fyrir mig, sko, aðsendar spurningar. Og... Þetta er Mr. Awkward Show. Já. Finna þér hann á Instagram? Já, það er þetta að finna hann. Mr. Awkward Show er á Instagram. Fjölbreyttur listamæður, vægasagt. Já. En hvað finnst fólki remixið? Verður ekki svolítið gaman að heyra það? Hvort það er preferi út gluggan eða hitt? Ég vil líka bara fá fleiri hljóðtæmi. Já. Frumsamin lög. Já, þannig að við séum ekki kannski bara alltaf að spila þetta aftur og aftur, sko. En eru að fara í innsenda spurningar? Vil ég fá eitthvað innsend? Ég menn, þú ert búin að spila indur og við getum ekki tekið það tilbaka. Þá þarf ég er ekki með það reddi hérna, sko. Passa sig. Það skal bara hafa þögnum með það. Nei, það.
Ég veit það ekki, það er samt alveg pínu kósi. Já, reyndar. Strákar, þetta er svo mikið pressa Hafið þið eitthvað að finna þetta á sama tíma og nei, ég get ekki Þetta er alltaf Arnar að segja eitthvað Já, sko hafið þið, ég er að muna orðið yfir þetta, það er til einhver, af því að núna er sorry, hvað ég veður einu hana, ég veit ekki hvað ég er bara að segja núna er fólk svolítið að hlusta á, þú veist podcast og kannski það sem ég meira að tala einhver svona hugleiðslu upp sem eru svona ASMR. með einhverju svona, já, nákvæmlega hvað það eru, ASMR já. Ok. Svo bara já. Veitu hvað er að tala um? ASMR fólki finnst þetta róandi við erum að tala um það og hjálpar þetta að sofa hjálpar þetta að sofa ASMR já, það er bara dæmi það sem að fólk tala svona svo bara, kem ég hérna og fólk, það er bara 80 million views og eitthvað Það er fólk að gera þetta? Já, fólk er að gera þetta en það sem að ASMR? Fólk hlustar á þetta til þess að þú veist, því finnst þetta róandi eða notalegt þú veist, smá eins og bara í skeri gegnum smjör eða eitthvað, þú veist, eða sprengi böblu, því finnst hljóðin þau svona, hefur ekki séð svona einhver myndbönd, eitthvað svona satisfying fólk að skeri gegnum leir og eitthvað séð fólk setja hendurinn í slím og þetta er þannig fyrir eyrun Já, ég tengi við það. Ég tengi samt við það þegar maður er að fara að sofa mér finnst ótrúlega gott að sofna yfir sjónvarpinu af því að mér finnst geðveikt að vera milli svefns og vöku og heyra svona þetta er svo þá er kannski ASMR einmitt fyrir þig hafi ekki sofnað í, þú veist, fjölskyldubóði eða sofnað í sumarbústað og fólk er ennþá eitthvað það er svo náttúrulega að en þau eru ekkert eitthvað maður heyri það Can't sleep, can you? It's hard. Well, guess what? Mér finnst þetta bara perra Já, þetta var nú eitthvað bara næstu eins og þeir kveikt á einhverju klámi Þetta var ekki klám Ég myndi aldrei hlusta ef einhver myndi busta mig við að hlusta á þetta í tölunni þá myndi ég lekka, skilur Þú ættir náttúrulega að vera með headphone Já En þetta er samt, sko, það sem ég bögum með ASMR ef þetta væri bara eitthvað svona eitthvað fara bara að sofa og þetta er bara eitthvað til en þetta er aldrei að Já Það er eins og hnífur að renna í gegnum leir finnst fólki sem að fíla þetta Hnífur að renna í gegnum leir, ok Geðveikt notalegt Ég tek sko mikið eftir þessu með sem ekki athyglisbrest ef ég byrja að heyra annarkvort, ef ég byrja að heyra higorð ég er með higorð, ég man ekki nákvæmlega hverju þið eru núna en og ég segi en hérna Já, ég samt tekið ekki eftir með þig og engjaði með þig Arnar er svo vel að máli farin Er það að djóka? Ég hef stundu sko verið að hlusta á þætti og velja klippur og eitthvað og ég er bara, kann ég að tala? Ég veit ekki hversu oft ég byrja setningar og ég byrja þær svona 5 sinnum og þeir eru bara eitthvað, horfðu á mig, bara eins og ég sé að tala eðlilega Er það? Já, ég veit aldrei hvert ég er að Nei, kannski hvor okkar er meira gallar gaurarnir sem taka ekki eftir í og eru bara þetta er svo internetið væri að lagga einhver þáttur já, þá er manneskjan bara þetta rennur bara smúð Þetta er líka eins og við vorum að tala um daginn bara þegar maður verður eitthvað svona hvernig maður lítur á sjálfan sig sko maður er eitthvað tjóðilega yfir rassanlegur það er allir að spóið hvað er rassanlegur en það eru allir bara inn í höfðinu sína að hugsa akkurat það ekki neitt annan ég er eitthvað tjóðilega fokkin svo ég kann ekki að tala heyra í Gauta maður hann flytur þetta eru ljóð þegar Gauta er eitthvað þetta er nákvæmlega en sko hérna þetta er svo maður sér þetta er svo þegar maður sér hópmynd af fólki Já, og augun leita bara á hvar er ég Já, en þú horfir á hina og þú veist alveg bara, það er allir flottir hér en þú getur alltaf fundið eitthvað að galla við sjálf og þetta er sama, maður sér alltaf bóluna sína Hvað er að manni? Akkur er maður svo lítið vísir? Maður sér alltaf bumburu sína og inn í haus þetta er minnst besta dæmi þetta ef þú myndir detta á svelli Já ef ég myndi detta á svelli fyrir framan fullt af fólki það er svo mikið martröð Já, en það er alveg ef ég myndi núna sjá eitthvað fljú á hausinu á svelli þetta er það sem myndi gera ég myndi segja,
inn í haustum á mér haha, vonandi í lagi með hann Já, en samt alveg, haha og síðan ef þetta væri eitthvað, hann var eitthvað þá myndi ég hjálpa honum Sko, en ég hef síðan gleymar þessu bara en inn í haustum á manneskjunum sem datt á svellinu hún bara kannski í mánu bara, ég trú ekki að við dotti á Nei, svellinu og bara, þú veist, örgulega bara eitthvað, þú veist, 10 árum setna hún að sopna og eitthvað, mann þetta fucking sökkaði en sko, ég hef séð fólk renna til í hálku og ég hef bara sko sprungið úr hlátri, mér finnst það svo fyndið Já, ef það er lengi að detta já, og líka fólk, sko fólk sem að fjúki í vindi að þeir núna hafið tekið eftir því á Twitter og miðlarnir pikkat alltaf upp að alltaf þegar það er stormur þá er fólk sem að vinnur í skrifstofubyggingum meðfram Já, í borgartúrinu Já meðfram sjáasíðinni, það er bara eitthvað ok, allir út í, það er enginn að vinna í dag það er enginn framleiðin í dag af því allir eru bara að reyna á einhverju viral vídeói, það er allir bara í símanum það er bara þið hafið séð þessi vídeo sko, að fólki að fjúki vindi ég sé vídeo að fólk að fjúki vindi ekki að það fyrir utan borgartúrinu þau eru alltaf meðfram sjáasíðinni undan teknikalust og þetta er fyrir fram að fabrikuna þá byggingu og þetta eru ykkur starfsmenni á Advani alltaf í álfurinni það er punktur ég man eftir 2 svona mjög áberandi momentum það var annars vegar á Klappastígnum það sem var einhver hálkublettur sem myndaðist og það var bara sequence-vídeó af liði sem var bara eitthvað að detta og renna og síðan var fyrir fram borgartúnið og þá var fólk, það var svo mikið svell og svo mikið vindur að fólk labbaði bara inn á það og síðan var þetta bara svona eins og einhver tölvuleik það var svona fauk onni í bílakjallarann og þetta var bara aftur og aftur fólk var bara fast og aftur Þetta sko, það finnast það ég veit ekki, þetta að renna til í hálku og sérstaklega ef það er vindur, mér finnst það bara eitt það allra finnast það sem ég get ímyndað mér. En eru ekki að hugsta sama, hann bara svona stendur en að halda jafnvægi og svo bara Já, og líka á hnjánum og bara, þú veist, ég ætla 4 fætur, þá hlíti ég, þá hlíti hann á betra, en nei, það er alveg jafn sleipt, þú bara rennur á 4 fótum. Geðveikt. Það er ekki, sko. Eru þið ekki með trikkið, ef maður er í hálku? Hvað? Að slæta bara. Nei, labba svo mörgæðis. Svona? Sýndu mér. Ég er bara stuttskref. Lítið skref. En hafið þið lent í, að vera að labba upp tröppur og búast við annari tröppu? Já, bara mjög reglulega. Bara á hverjum degi. Tröppur eru oftast 8. Er það? Já. Oftast? Oftast 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þetta veit dráhyggjumæðurinn. Einmitt. Já, það make sense. Eins og blokkinu minni, það eru 8 tröppur allstaðar nema næst. Og hvað er marga 2? Nei, það eru 10 eða eitthvað svona, þú veist, skemmtur regluna. Út stigagangin, pælingar. En ekki það sko. Ég sagði eitthvað frá okkur, ég var eitthvað búin að gangirum heima og ég bað konu sem býr á ganginum um lykla geymslunni, ég glemdi upp og ég býð á 4. en ég fór bara á fyrstu hæð og fekk lánaði lykla og pían er eitthvað, hún er sjálf að fara út á gang og síðan erum við að fara að labba niður tröppunar og bara svona venjulega kona og hún svona heldur í vegginn og handriðið og klifrar niður, þú veist, það snertir ekki tröppunar og bara casually, skilur, eins og hún væri ekki að gera það. Á hvað aldrei er þessi kona? 35 ára. Okkur Spiderman bara? Nei, ég hugsaði bara, annarkvæmst er fóbía, gangur tröppum eða bara hún var að mentally fokka í mér. Flóris laga bara. Gerið það einhvern tímann, Já, ég ger oft svona eitthvað. Að hlaupa upp eins og hund. Sýst, þú verður að halda árum að tala um þessa konu. Já. Hún bara gera þetta, og síðan bara kannski er hún bara klikkaði veggjaklifrar og bara nýti hvert einasta tækifæri til þess að æfa sig. Eða þá að þetta er eitthvað svona eins og að labba undir stiga, dæmi. Og hún sem eitthvað svona... En má ekki labba niður stiga. En þú veist, spurður hann út í þetta? Nei, ég bara fyrst sem ég gerði, ég fór bara í geymsluna og hún bara hvarf, eitthvað inn í myrkrið? Hún fór bara eitthvað inn til sín. En var þetta bara eitthvað svona, já, heyrðu, ég skal koma með. Já, bara nákvæmlega þannig. Og ég var bara, hvað? Heyrðu, þetta bara svona spennur. Hvað að gerast? Þú ert að flytja úr húsinu, eða ekki? Út af þessu, Áður þú flytur og verður bara þeir út búin að pakka öllu og bara seinast að færin út úr húsinu og verður að banka hjá hann og verður bara, ég þarf að fá closure. Hvað var í gangi þarna? Eða beðan bara að segja, er til að koma já. Og taka vídeo. Já, að ég er bara einu sinni síðan labba ekki niður stigann. Ég er bara einu sinni síðan að klifra fram með stigann. Já. Klifra fram með stigann? Mér finnst þetta hella áhugavert, sko. Ég held að þetta er rétt hjá orðan, þú verður að fá closure á það. Þú verður að fá closure, sko. Þetta er bara allt og steikt. Eins og ég sé þetta fyrir mig, þá er þetta basically eins og hryllingsmynd, sko.
Hún klifraði ekki í loftinu á hvolfi, skilur Snýr hún ekki hausnum við? Nei, hún var hafi ekki fest fæturnar svona í dyrakarmi Fest fæturnar? hafi ekki svona klifrað upp dyrakarm þegar voru litlir og fest ykkur þannig Já. Og fest okkur? Já, eða þú veist, nei, ekki fest ykkur bókstaflega heldur bara svona Já, ekki bara verka hjálp Nei, haldi ykkur festum í loftinu Já, jú Hún gerði það basically við tröppunar alla leiðina upp Já, ok Herri boys, ég þarf eiginlega að fara Já, Þannig ég ætla að lóka svo Vá, þú endar sko, þetta var meira svo rugglaður en það sem ég hafði ímyndað mér Ok En, já, þarna ekki minna fólk Subscribe and like Við erum á Spotify, við erum á YouTube Við erum á öllum þessum hlaðvörpum Sendi okkur heitmail Já, það ekki bara Nei, hvað er það? Nei, ekki, það eiginlega verra Sendi okkur Ég er mjög lítill í mér þegar fólk Þú ert með þykkari skráp en Ég er bara búin að gera fleiri mistökum þú Já Ég hef alltaf að spyrja þig út í þarna krakkaskít tweetið þitt Við gerum það kannski næsta þetta Já, ég til Má tala um það Já, ég til það að setja eitthvað á neti sem þú hlýtur að gruna munni gera fólk brjálað og svo verður það brjálað Ég til að taka fyrir í næsta þetta og það er náttúrulega það er svona 5 sinnum sem ég lendi í að vera tekin fyrir í fjölmiðlum fyrir að setja eitthvað á Twitter Þetta er kannski, það er gott að enda þessu og ég þetta inn í næsta þetta tengir svolítið í sem við byrjuðum á sem að er að einhver sendir og er bara drullu pirraður yfir einhverju sem þú sagðir Já Tölum aðeins um það Til ég í næsta þetta Kekja